þá gætu yndislegu vinir, bræður og systur, með það köllum okkur sem að tilheyrum sama Guði og að því við erum í sömu fjölskyldu hann og við vitum að fjölskyldan okkar samanstendur af föður og móður, bræðurum og systurum. Sama gerist þegar við förum í fjölskyldu Guðs, það er talað um endurfæðingu og endurfæðingin sem sagt gefur okkur nýja fjölskyldu Guðs og þar er allur sá hópur sem þar er, bræður okkur og systur. Og gildir í raun hvar sem við erum í heiminum, ef þú ert innan og trúa fólk inn í söfnun þá ertu innan og bræður og systur. Og það verður ekkert frá þér tekið því að þetta er bara skipulagi Guðs og Guð er með fjölskyldu og hún er býsna stór og nær yfir allan heiminn og þú ert fjölskyldu meðlimur og ert í bróðir og systir þeirra sem eru hvar sem þú ert síðan í heiminum. Við erum á Íslandi og hér er fjöldin allur af bræðurum og systurum í hinum ýmsu söfnuðum og við kannski þekkjustum kannski misvel en suma þekkjum við betur en aðra eins og aðrir eins og gengur og gerist í þessu en breytir ekki hinu að við erum systkini og systkini eiga að hafa visku til að koma sér saman hluti og ná svona áttum í þessu öllu saman. Vegna þess að systkini líka hafa burði til þess að þekkjast mjög vel og vita svona veikleika hvers annars og styrk hvers annars og að því eins og bara gerist þegar menn eru mikið saman og þess vegna er það svo mikilvægt að við lærum að kynnast vel hvort öðru og það er algjörlega á mínu valdi hvernig þau mál öll sömul eru og ég sjálfur vil nú kynnast fólki vel sem ég er í kringum mig og maður svo sem þekkir suma ágætlega sem eru með manni en aðra þekkir maður minna en svona hefur séð ýmislegt í fari allra þessara mann og kvenna og sumt ég er nú ekki að segja neitt svo vont en sumt er svona betri en annað, segjum það og vegna þess að við þekkjum orðið hvort annað og það er styrkurinn okkar oft á tíðum og munum það að við erum ekkert að leita að fullkomna manninum, fullkomnu konunni heldur erum við í samfélagi að því að Drottinn miskunnaði sig og náði okkur inn í sitt hús og þar er fólkið hans og vinnan við þetta allt saman er að sjá fólkið sem fólkið hans þá horfum við á liðið allt öðrum augum en væri með okkar eigin holdlegu augum því að þá erum við okkur illa við þennan og vel við hinn og förum í mangarinnar álit út og suður en Drottinn vill að við setjumstum á allt þannig og hann talar það að sá sem vill vera mestur í okkar hópi hann sé minnstur, hann sé þjónn allra þannig verður hann í augum Drottins mestur allra og hver hefur náð markið þar, ég veit það ekki kannski eru menn svona sumir allavega svona rosalega þjónustulundir að þeir bara beygja svo bukti fyrir öllum ég þekki ekki þá manneskjur endar en sjálfsagt er hún einhvers stað til en ég veit af einni hún heitir Jesú sú manneskja heitir Jesú en ég er ekki Jesú en ég er að læra af Jesú og Drottinn hefur gefið mér þá náð að horfa á hann umfram allt annað sem að ég sé og heyri og þess vegna í raun heldur maður alltaf áfram af því maður er ekki að velta fólki fyrir sér ég er ekki að horfa á fólk ég er ekki að byggja á fólki ég er ekki að stóla á fólki þetta og hitt en stundum horfum maður á eftir góðu fólki og auðvitað saknar maður og sárnar það en það er ekkert það að ræða ég ræði engu það hvað menn eru þú mátt vera það sem þú vilt rétt eins og ég en stundum horfum maður á eftir í bak góðra mann og kvenna og auðvitað finnst það slæmt en hvað getur maður svo sem gert í því ekki neitt nema bara beðið fólkið inn aftur og ef að Guð miskunnar sig yfir þetta blessaða fólk þá kemur það inn aftur og allt er í friði og spekt þar sem kannski fór eitthvað í sundur eins og allt getur gerst að því við erum svo mikið saman þekkjumstum ekki nógu vel og erum mikið saman og við erum að nuddast hvort utan í annað og miskilja hluti að því við þekkjumstum ekki nógu vel þar við förum að þekkja hvort annað þá förum við að treysta hvort öðru betur og svo er náttúrulega þetta vantraust og einhvað sem á ekki að vera þarf að eyðast út úr söfnuðinum það er svo margt sem við þurfum að vera að hugsa sem við þurfum að vera að gera
þegar lífið, það í söfnuðinum og það fólk og það bara eins og það breyst með alls konar á sér, reynandi að gera gott en tekst stundum og stundum ekki eins og hjá okkur öllum. Það ekkert öðruvísi hitt fólki heldur en bara ég, bara á sama stað og ég. Stundum ég, já, vonandi oftar endar en maður nú að gera góða hluti en stundum tekst mér það ekki alveg eins vel og þá bara að halda samt áfram að því að þrátt fyrir þetta, eins og ég var að segja, þá hefur Drottinn gefið mér náð til þess að horfa á sig. Hvar væri trúin mín í dag ef ég ekki farið þessa leið? Þá veit ég ekki hvar hún væri. En hún væri alveg örugglega ekki á þeim staði sem hún í dag vegna þess að hún byggir á bjarginu ennþá. Drottinn gaf mér náð til þess að sjá þetta bjarg og ég stend ennþá á bjarginu og ég segi það einu sinni en ég fylgir raun og veru engum manni. Þess vegna kannski saknaði maður þess og maður veit að hann góð manneskja að fara en það breytir engu fyrir mig. Ég held bara þessu striki. Ég bara á þessari leið og þessi vilja vera með mér á þessari leið, þeir komi en hinn sem ekki vilja vera með, þeir bara fari. Veist, en ég á þessari leið. Ég fylgi Drottni. Ég ekkert að hugsa neitt annað heldur hann að bara fylgja Drottni og þetta hvatning sem að Drottni vil að þú tilengið þér í dag vegna þess að hann hefur þetta handað þér. Hann gaf mér þennan styrk til að gera þetta svona og hann alveg meira en tilbúin til þess að gefa þér þennan styrk til þess að halda áfram með þessum hætti því að þetta leiðin. Ekki setja traustið á menn. Ekki setja traustið á vilja manna og verk manna og þessi verður að vera þarna og hinn þarna annars allt ómögulegt. Það verður bara ómögulegt ef Kristur kemst ekki að. Þangað til á meðan að Kristur allt í góðu lagi. Því hann sér þessa kirkju. Ég þarf ekki að hafa neina áhyggjur af kirkjunni. Því að Drottinn sér hana. Eina sem ég geri að biðja bara blessun inn í starfið og ég ætla sjálfur að vera í lagi. Ég ætla sjálfur að horfa á Krist og þá allavega ég réttur frammi fyrir Guði, það ekki rétt annars? Getur maður verið annað en réttur ef maður horfir á Drottinn í deginum, ef maður fylgist með orðinu, les orðinu, læra orðinu, getur maður þá verið annað en réttur? Ég bara spyr. Ég held ekki. Og þú getur orðið þessi rétta manneski með því að gera þetta svona. Og þá tekur þú undir með mér og virðir allt fólk auðvitað, ég fylgi engum manni. Ég styð engan mann. En ég virði það sem að Drottinn hefur sett niður, það allt annað mál. En ég veit alveg hvernig fólkið Ég veit alveg brestina þessa galla manna. Og rétt eins og margir vita mína galla, þá veit ég líka marga galla, margra sem í kringum mig. Á þess að maður sé neitt að fergviðrast út af þeim eða tjási neitt þá. Og það ekki heldur gert í mínu tilviki, það veit ég vel. En við sem trúum og stöndum á trúnni eftir áratugi vegna þess að við náðum því marki að horfa á Jesú og vita að hann traustsins verður en menn bara svona og svona. Já, við horfum á eftir bak góðra mann og kvenna frá okkur og finnst það náttúrulega slæmt. Hvað getum við gert? Ósköp lítið. Akkur fór viðkomandi? Hefur ekki hugmynd. Líklega vegna þess að einhver sagði einhver sem að gekk svo frá móðgunagirninni, hann segi nú stoppum við hér sko. Og lengra fyrir við ekki í þessu máli. En þetta þetta rangt. Segðu mig hvað rétt við þetta þegar við erum að þjóna lifandi Guði. Hann að blessa okkur með því að leyfa okkur að starfa í okkar köllun í kirkjunni. Við erum út úr blessuð í okkar köllun en svo allt í einu við farin. Halló. Akkur ég? Að því einhver maður sagði eitthvað. Ekki komin tími til að henda þessu út og fara bara að horfa á Krist og taka stöðu sína og muni eftir öllu þessum blessunum sem voru þegar við vorum í köllunin okkar. Það ekki betra? Ég veit ekkert betra, skemmtilegra og uppbyggilegra fyrir mig heldur en að gera það sem Drottinn hefur sagt mér að gera. Og ég veit að þú tekur undir þetta því að þú ert sjálfur út úr blessar og blessum manneskja í þinni köllun. Drottinn gerir þetta, hann setur ákveðna hluti í þig, hæfileika í þig og þú upplifir blessunina. Akkurju? Að þenni góður Guð.
Hann vill að þú njótir þess að vera í samfélaginu við sig og blessunin og þess að njóta andartak sem kemur að því við erum að gera vilja Guðs, við erum að hlýða honum. En svo horfum við bakið á einhverjum og þá við hristum höfuð og okkur finnst þetta ekki gott. Þetta var góður vinur okkar eða vinkon okkar og nú er svo farinn. Og skublítið hægt að gera. Ekki fara. Hugsaðu alla góðu viniðina sem þú átt á staðnum. Hugsaðu alla þá sem að lögðu til þín gott. Ekki fara. Ekki fara vegna þess að einhver sagði einhver sendir einhver viðbjóð í skilabóð. Halló, veikt fólk. Sem svoleiðist gerir. Vorkendu þessu fólki bara. Við verðum að taka okkur taki, elskuðu vini. Við verðum að vita hvað þetta snýst. Þetta snýst Jesú. Og við erum tilfinningar, við vitum það. Við vitum að stundum bregðust við rangt við því sem við fáum. En að því að við horfum á Jesú, þá stígum við alltaf upp úr þessu aftur. Og Drottinn fyrir að rifja ýmislegt fyrir okkur upp sem að var blessandi fyrir okkur að því við vorum að vinna í köllunum okkar. Eins og ég var að segja á það og ég endurtek, ég veit ekkert betra, skemmtilegra, meira fræðandi heldur en að vera það sem ég á að vera í Guði. Það sem ég er að gera, það hefur engin maður sett mig í þetta. Guð setti mig sjálfur í þetta. Og ég finna þegar ég er að vinna við verkið hvað þetta gefur mér mikið. Og þú sem ert í þinni köllun og hefur verið í þinni köllun veist hvað ég er að tala, af því þú hefur upplifað þetta sjálfur og sjálf aftur og aftur og aftur. Alltaf þegar þú stendur í þinni köllun þá upplifur þessa blessun, þessa gleði, þennan fögnuð og þú finnur gagnsemina af því. En það gerist allt á milli himins og jarðar þarna á milli. Og það er margt sagt sem að hryggir okkur, vissulega. En við verðum að muna það að Kristur er hinn sami. Og við vorum hlýðin honum. Og við uppskárum allt sem hann hafði. Og það hefur ekkert breyst. Eina sem breyttist var ákvörðun. Og við horfðum í bak góðs vinar. Það gengur ekki. Þessu verður að hætta. Þetta verður að hætta. Og þess að linna. En hvernig gerum við þetta? Við getum ekkert gert. Ekki nokkuð skapaðan hlut, nema bara benda á staðreyndir sem eru Jesú. Hann er staðreyndin. En hvað vil ég gera? Ég vil vera í staðreyndinni, Jesú. Þess vegna hefur Guð gefið mér náð til þess að horfa á hann. Og það er minn styrkur og hefur verið. Og þess vegna segi ég það, ég styð engan mann. En ég virði skipulagið sem Guð er með að því ég veit hvernig það er. Þess vegna styð ég þá sem leiða starfið og er í þessum og hinum embættum. En ég veit, allt þetta getur brostið. En samt skal ég horfa á Jesú. Eins og segir á einu stað í Gamla testamentinu, gullvæg setning, að þó að nautin fari úr nautahúsinu, þá skal ég samt lofa Drottinn. Sem sagt, þó öllu verði kippt frá mér, bjargræðun og öllu, þá skal ég samt lofa Drottinn. Er þetta ekki trúarstyrkjandi orð? Jú. Þarna talar maður sem var hættur að horfa á menn, búin að gera sig grein fyrir því að allt getur gerst hjá öllum og svo missir hann þetta, er kannski á vona því að þetta fara allt saman frá honum, þá segir hann, ég ætla samt að lofa Drottinn, þrátt fyrir að þetta fari. Og hvað sagði ekki Job þegar hann
missti allt sitt. Þetta var ríkur maður, þetta var vellauðugur maður. Og hann missti allt á sama, mér liggur verið að segja sömu sekundinni. Og fekk öll þessi hræðilegu skilaboð bara á kannski innan við mínútu. Nakin kom ég og nakin fer ég héðan. Drottinn gaf og drottinn tók eða eitthvað í þessa veru. Hann lofaði drottin. Og var Jobs þar með farinn. Það er ekki nei. Hann fór ekki, við vitum það, að drottinn gaf honum allt tvöfalt tilbaka, sem segir okkur það að hann hélt áfram að vera þessi Guðs maður. Búin að læra náttúrulega helling af þessari reynslu sinni, og þú ert kannski í reynslu núna, lærðu af því. Og haltu áfram að blessast í Guði og vera þessi blessun sem þú ert í þinni köllun, hver sem hún er. Því að þú veist, jafnvel og ég, að þar líður þér best. Ekki taka þetta frá sjálfum þér. Því að það er svo rangt að gera það. Að taka það besta frá sér sjálfum án þess að það sé rifið af manni, sumir lenda í því að það er rifið af þeim, en það var ekki í þínu tilviki, heldur komdu bara og vertu í þessu áfram. Horfðu bara eftir þess og Jesú. Við þurfum að beygja okkur fyrir mörgum. Þannig bara er það. Við verðum að beygja okkur fyrir skipulaginu. Ég hef þurft að gera það aftur og aftur og aftur og ég hef ekki alltaf verið parhrifin af því. Það get ég fullyrt við ykkur. En maður hefur gert þetta. Af því ég veit hvar ég á að vera. Ég heldur ekki alltaf sáttur við staðinn sem ég er á. En ég veit samt að þetta er staðinn sem ég á að vera á. Ennþá, en ég veit líka einn daginn, þá breytist þetta. Og það er allt í lagi, ég kvíði því ekki neitt. En svona er þetta í dag. Og ég vil láta gott af mér leiða og það best læti af mér leiða með því að vera áfram í vilja Guðs. Fólki bara eins og það er, allavega. En ég horfi ekki á fólki. Ég horfi á Jesú. Ég hef reynslu af honum, ég þekki hann. Kannski finnst þér þetta bara vesti hroki að vera að tala um það að maður geti þekkt Jesú. En það er bara þitt mál, það er bara þitt vandamál, ekki mitt. Ég veit alveg hvað ég er að tala um og veit alveg hvar ég stend. Og þú getur alveg vita þetta líka. Og ég þekki blessunina því að vera í vilja Guðs. Því að það er blessun og það er fögnuður og það er friður og það er gleði að vera í verki í vilja Guðs. Og bara þetta segir mér það að akkurat þetta er það sem drottin vill að ég geri. Hver er vilji Guðs með þig? Alveg örugglega ekki sá að menn, viniðinir, bræður og systur, horfi í bak þitt út. Það er örugglega ekki vilji Guðs og ekki heldur með mig. Og hvað ætlum við að gera í því? Ég bið Guð um það að þetta komi til að mynda ekki fyrir mig fyrir en bara réttur tími er. Og þá líka munu allir bara staðfesta það þegar að því kemur og allt fyrir friði. Þannig vil ég yfirgefa svæðið. En ég veit um allt sem getur gerst á milli. Og þess vegna segi ég það, horfi ég á Jesú. Og ég ætla að gera það í dag líka. Því að það er styrkurinn sem er endalaust að lyfta manni upp. Þó að menn engur gerir það, þá gerir þetta það. Og nú tala ég svo sannarlega af reynslunni. Og svo annað við þetta, að ég hef aldrei upplifað mig atvinnulausan mann síðan ég frelsaðist. Í dag er ég ekki á atvinnumarkaðnum, en ég hef aldrei í einn dag upplifað mig atvinnulausan mann ég hef verið atvinnulaus, ég veit alveg hvað það er að vera atvinnulaus, ég hef aldrei upplifað mig atvinnulausan mann síðan ég kom inn í kirkjuna, því að ég er að starfa á akri Guðs. Ég hef alltaf séð mig starfa þar síðan.
en ég var atvinnulaus, hefur verið atvinnulaus líklega eins og þú en þannig ég veit alveg hvað það og það var ekkit gott mál, en ég hef aldrei upplifað mig með þeim hætti síðan, því að Drottinn hefur gefið mér ákveðna hæfileika, þannig að ég alltaf allan daginn að gera einhvað, þannig að mér leiðist aldrei neitt og það blessun út af fyrir sig af því að ég á akri Guðs og vinnan í Guði þannig að hún ekkert alltaf frá morgni til kvöld, hún bara dag og dag stundum og kannski tarnir inn á milli og þess vegna gefur hann sínu fólki þarna á milli tækifæri og einhvern vilja til að gera einhvað annað því hann veit það að það svo vont fyrir mannin að hafa ekkert fyrir stafni. Hann talar þetta, hann Páll í bréfunum þar sem hann segir rápa yfirleysir hús úr húsi, talar konur sem eru ekkjur eða ekkjur eða eitthvað og hann segir að ég vil að þessa konu giftist og eignist börn og haldi heimili. Þá hafa þær allavega einhvað fyrir stafni, þá verður ekki lengur þess að rápandi manneskjur hús úr húsi, bara kjattandi og drekkandi kaffi og reykjandi sígarettu, heldur þær að fást eitthvað gott með höndunum og það sama gildir fyrir mig og þig. Eins og ég segi, ég vinn á akri Guðs og stundum í aksjóninni, meiri heldur inn og þess á milli kannski bara dauður tími, en ekki dauður tími því að Drottinn gefur mér alltaf einhvað til að fást við. Þannig að dagarnir líða bara í fullir vinnu þannig séð, fyrir sig. Hvort sem menn sjá þetta ekki, mér var þetta ekkert það, menn mega bara sjá það sem þið vilja. En svona þetta. Og svona vill hann gefa þér líka, vegna þess að hann heldur utan sitt fólk. Ekki vera manneskjan sem að vinir horfa í bakið á, farin og kemur jafnvel aldrei aftur. Ekki vera þessi manneskja. Og ég bið Guð það að ég verði ekki heldur þessi manneskja. Mér var það ekkert það hvað gerðist, en ég veit hver Jesú og ég hveti til þess að horfðu bara eftirleys á hann og þetta það sem ég á að gera og bara gerðu það. Virtu skipulagið, vertu bara auðmjúkur þjónn þar sem þú ert. Og þú myndir þurfa að þola alls konar að hendi bræðarinn og systra í kringu þig, rétt eins og ég. En hvaða máli skiptir það? Með sjálfan Jesú yfir og allt kring. Hvaða máli skiptir það? Ég ætla að horfa á Jesú hvað sem að dynur. Og ég ætla líka að fagna þó að nautin fara úr nautahúsinu og þau standi bara tóm. Og ég get alveg valið fyrir mig þetta val og ég geri það líka. Því ég þekki Jesú. Ég set ekki traust mitt á menn og ég styð engan mann svona þannig séð. En ég verði skipulagið og veit hvernig röðin og hver hvers á hverjum stað og ykkur staðar inn í þessu ég líka. Þú verður aðtúa það og við verðum aðtúa það að Drottinn mér goggunar og hann setur þig þarna í eitthvað jobb. Ef þú ert farin eða ég, þá vantar það í það embætti og það viltu sætta þig við það. Akkurju? Ef þú horfir á Jesú, akkurju viltu það? Það ekki vegna þess að þú ert ekkert að horfa á Jesú? Nú skaltu snúa við og horfa á Jesú og leyfa honum að tala til þín það sem við höfum að gera. Þú átt að gera og ég á að gera. Hann tala við mig og hann tala við þig. Þá horfa vinir þínir ekki bak þér, bræður og systur sem að þykir vænt þig, þá horfa þær ekki bakið á þér og bara með ykkur, ekki einu sinni kveðju. Við erum að sitja á okkur elskuðu vinir. Því þetta gengur allt yfir. Það koma kaflar í líka mínu lífi sem eru erfiðari heldur en aðri kaflar. En ég hef lært að setja á þeim og setjast. Ég veit að þetta líður allt hjá og allt verður gott aftur. Þannig bara hringrásin. Það alltaf gott, verður alltaf gott aftur. Og stundum eru stormar og það hriktir í og þá verður ég bara að gera svo að halda í einhverja góða festu. Ég veit að þetta líður hjá. Einn daginn skín sólin aftur í hjartað okkar.
Og það besta við það, ef það gerir, að allt fekk verkið að halda áfram á sínum eðlilega hraða þráttir það hvernig mér leið. Og það málið. Að verkið fái að halda áfram á þeir hraða sama hvernig mér leið, að því ég horfði alltaf á Jesú. Og ég sé tilgangin í því að vinna í Jesú nafni, að það ekki árangurslaust sama hvað hver segir. Einhvers staðar, þar manneskja sem þurfti að heyra þetta. Akkúrat sem þú varst að gera. Ekki láta menn horfa í bak þér, hverfa á staðnum. Vini þína sem þykir vænt þig, virða það sem þú hefur verið að gera, ekki láta þetta gerast. Og ég bið Guð að það verði heldur ekki í mínu tilviki. Ég tala svona vegna þess að ég ekkert öðruvísi heldur en aðri menn. Og ég get sem hægast breytt með þessum hætti, því að lífið ekkert sanngjarnt með mig alltaf frekar en þig. En þá bara fer eftir afstöðu mín í hvernig ég tek á þessum málum. Og ég var að segja það, ég hef verið að taka eftir og aftur, tala með þeim hætti, að ég horfi á Jesú. Ég treysti, ég get kannski full mikið að segja, ég treysti engum manni, en ég horfi ekki á menn og ég styð ekki menn. Bara geri það alls ekki. Ég löngu hættur. Ég var með þess að hættur því þannig sé í hjarta mínu áður en ég frelsaðist, þegar ég var búin að sjá það var svo lítið á þess að byggja. Það var ekkert nema vonbrigði. Ég man eftir því þegar ég var ungur maður að byrja til sjós, og þá náttúrulega vissi maður ekki hvað snýr aftur og fram á skipum, það bara í eðli málsins samkvæmt. Og þarna voru miklir kappar að mínu áliti og ég, maður langar til að vera svo þessi. Og svo fór ég náttúrulega að vinna og reynslan að koma og þekkingin að koma og ég var eins og þessi. Og þeir hrundi allir á stöllunum sínum. Þeir voru ekki lengur það sem ég held að þeir væru. Bara í dag þetta bara góður í einu mínu. Ekkert á neinu stalli. Man náði þessum mönnum, var þeim jafnfætis. Og þá ultu þeir sjálfur af stöllunum sem þeir voru á áður. Og þarna lærði ég mína leksíu með það að ég hætti þessu bara. Hætti að horfa á menn, því ég vissi það að ég gat orðið þetta sjálfur, bara ég lagði á mig það sem þeir hefðu lagt á sig. Og ég gerði það og náði sama árangur á þeir. Þannig hefur þetta verið. Og þannig getur þetta líka orðið með þig. Við talanum ekki það eftir þú komið með Jesú í þitt hjarta. Þá horfur þú bara á hann. Ég ætla samt að gleðjast í drottni þrátt fyrir þetta og hitt fari. Þetta það sem við gerum. Þetta það sem við eigum að gera. Við eigum að horfa á Jesú. Hann málið fyrir mig og fyrir þig. En móðgunargirnin mín, hún á ekki að geta bara sett vegg á milli mín og Jesú. Og hvað það annað þegar góðir vinir manns horfa í bakmanns út, annar en maður bara gefa Kristi fingurinn í raun og veru. En það sagði spámaðurinn, Guði spámannin, man ekki hvernig það var, hann var ekki spámann, hann sagði þeir ekkert að hafna þér maður, þeir að hafna mér. Ég engin lykil maður í starfi kirkjuna. Segðu þetta með mér, ég engin lykil maður í starfi kirkjuna. Kirkjan mun halda áfram þó að ég sé ekki, þó einn daginn líka fer ég. Fer þó kirkjan með mér. Hann þetta frá degi til dags. Því að hann ber ábyrgð á starfinu. Af því að hann á starfið, engin maður. Ef einhver maður á þetta, þá þetta ekki kirkja drottin. Þá þetta bara kirkja þessa manns og þá stendur hún ekki undir nafni sem kirkja. Hún stendur undir nafni sem kirkja að því að Kristur fær að ráða þar og ríkja. Við elskum öll Jesú. Og við horfum til Jesú. En ekki á menn. Við elskum alla menn. Við elskum verkið þeirra. Við virðum verkið þeirra. Og við erum þakklátt fyrir það fólk sem stendur sína plikt. Það getur við. En við vitum samt
að einn daginn þá þetta ekki svona. Og hvað ætlum við þá að gera? Falla saman, lífið hrunið til grunna, eða horfa til drottins og segja ég ætla samt að lofa drottin. Þetta get ég gert. Og þetta getur þú líka gert. Og hér er þetta að fá hvatningu einmitt í þá veru. En umfram allt, horfðu af erfiðleikunum, horfðu af mönnum og á Jesú. Þá eru þú aldrei framar fyrir vonbrigðum með menn. Og þá líka hefur þú gert eitthvað inn fyrir því að ábyrgðin öll þarf ekki að hvíla á mér. Og þá líka gerur þið eitthvað inn fyrir því og ég líka að þráttur það að ég sé ekki til staðar gengur það samt. Þegar kirkjan byggir ekkit á mér. Eins og vorum að tala um áðan, einn daginn fer ég. En drottin verður eftir mér sinn heilaga anda. Ég hef bara skilað mínu hlutverki og tek út mín laun. Það er mér boðið að gera. En ég er ekki lykilmaður kirkjunnar. Segðu þetta með mér, ég er ekki lykilmaður kirkjunnar. Og hef mætt mörgu sem er ekkert sangjant endilega. Og stundum hef ég sjálfur ekkert alltaf verið sangjant við menn og konur. Þannig það er jafnt á komið. En hvaða máli skiptir það? Nema lærdómi fyrir mig að gæta málfarsins. Það get ég gert. Ég get verið hlý manneskja og drenglundu manneskja við alla menn. Og það verð ég ef ég læri að horfa á Krist númer 1, 2, 3 og 4. Og þá styður þú þannig sé engan mann. En þú heldur þér við Krist og virðir það sem hann er að gera. Og það skal vera styrkur kirkjunar. Að þannig er í pottin búið. Því einn dag þá förum við öll. Hver af okkur sem erum orðin 60 í dag verðum hér eftir 50 ár? Líklega engin af okkur. Er þá kirkjan bara rúst að við erum farin? Nei. Svo fyrir utan það að Kristur náttúrulega getur alveg verið komið fyrir þann tíma. Það er alltaf tala mál. Við vitum ekkert hvernig hann það gerist, en við tölum með þessum hætti og meðan enn er boðun fagnaðarerindis í gangi. Og þetta er dagurinn sem að fagnaðarerindi er boðað á. Og við ætlum að nota þennan dag til góðra verka að því við ætlum að horfa á Jesú í dag. Og okkur mun mæta margt í dag. Einhver mun segja eitthvað við okkur í dag sem að gjörsamlega bara þurrkar allt bros á andlitinu. Og við bara viljum bara yfirgefa allt saman, þetta er komið nóg, ég stend ekki í þessu lengur. En hvað með hann? Jú, einmitt þú horfir á hann og segir, jú, ég ætla víst að standa í þessu lengur. Og þú heldur áfram. Og það, blessunin er áfram fyrir þínar hendur. Að því þú ert áfram í þinni köllun, að gera þetta og annað með þinni köllun. Og þú ert áfram út úr blessuð manneska í því sem þú ert að gera. Ekki taka það besta frá þér. Án þess að hafi verið rifið af þér. Frá sumum hefur það verið rifið. Þeir héldu í það báðum höndum en mistu það samt. Að þeir voru að gera rangt. Að yfirgefa stöðu sinni er annað. Ekkert endilega því að einhver gerði rangt. Heldur vegna þess að afstaða mín var röng. Það er ekki sami hlutur og einhvers er rifið af mér. Að því ég er að fara illa með það. Að því ég er að fara með það gegn vilja Guðs, eiganda síns. Það er annað. Við þurfum að læra, elskuðu vinir. Og við þurfum að muna eftir því að við þurfum að horfa af fólki. Við þurfum að reyna að setja upp eitthvað sí og eyrun á okkur sem að vingsar úr draslið. Því að heimurinn er fullur af drasli og það vitum við.
dagarnir eru vondir og það vitum við, af því að Biblían talar dagana sem vonda. En hann gaf mér náð til að horfa á sig, og ætla ég að gera það hvatningin í þessum pistli, í þessari ræðu. Ég leta hann bara heita nokkri punktar og hérna eru auðvitað búin að vera nokkri punktar sem við getum notað til þess að styrkja okkur. En munum eftir elskuðu vinir, munum eftir vinum okkar í kirkjunni. Við eigum vini í kirkjunni sem þykir vænt okkur, sem að virða okkur, sem að finnst gott að hafa okkur hjá sér. Ekki láta þetta fólk upplifa bakið á viðkomandi. Ég vil ekki að það upplifi bakið á mér ganga út. Drottinn sér þetta allt sjálfur. Vilji hann að einhver fari, þá sker hann þetta svona. En ég get tekið upp á mitt eindæmi að gera þetta. Þá það ekki vilji Guðs. Og annað, þegar við gerum þetta með þessum hætti, þá verðum við ekki hamingjusöm fólk. Því að Drottinn mun ekki leyfa okkur að vera hamingjusamt fólk með því að stíga út úr köllunum okkar og frá staðnum sem að við erum kölluð til þess að sinna. Horfum á Jesú. Ok, þetta það sem að Drottinn vill að ég geri og ég hér og ég geri það. Annað að verða skipulag, við erum bara inn í þessu skipulagi og við tölum saman inn í þessu skipulagi og við beigjum okkur og komumst að niðurstöðu innan þessa skipulag sem í gangi. Og ég held áfram að vera í þeirri köllun sem að Guð hefur sett mig í, af því að það öll blessunum fyrir mig og hann vill að ég blessist af því sem ég geri fyrir sig og í sér. Það málið. Og þessin ég að fá hvatningu í dag, einmitt, til þess að styrkja það sem orðið veikt. Ég veit að ég bara tilfinningasöm manneskja. Og ég veit að stundum ganga menn of langt, en samt skal ég horfa á Drottinn. Samt skal ég gleðjast, jafnvel þó rústin sé bara viðblasandi. Skal ég samt horfa á Jesú því hann það sem hann hefur alltaf verið. Það breytir honum ekki neitt. Eina sem breytir honum fyrir mér afstaða mín gagnvart honum. Og einmitt þetta gerist með svona efni, gott efni og annað gott efni, að það fær okkur til þess að koma sér okkur á réttan stað. Og staðun verður alltaf réttur þegar við náum því marki að horfa á Jesú. Og það styðjum við engan mann. Og ég hveti til að styðju engan mann. Horfðu á Jesú og leyfðu honum að styðja þig. Hann mun gera það. Og þá ert þú að sjá söfniðin í allt öðru ljósi heldur hún hingað til. Og þú gengur glaður og glöð inn í þessu söfniði. Virðandi það sem fyrir. Og það það sem við eigum að gera. Að því að við viljum að allt sé í friði þar. Og það getur alveg verið orðið. Og hefur sem betur fer, og það nú á flestum stöðum, þetta koma alls konar upp. Það allt annað mál. En þegar það þá horfum við enn stífar og ákveðnar á hann sem bjóð allt til og heitir Jesú. Já, þátturinn minn í dag gæti bara heitið Jesú, því að við höfum verið að tala bara hann og mikilvægi hans fyrir mitt líf. Við elskum alla menn, við erum vinir okkar og við erum vinir allra manna og elskum allt fólku þetta. Og við verðum skipulagið en við styðjum engan menn í hjart okkar. Allt annað að virða þær stöður sem eru og þær sem eru í stöðun, það allt annað mál. En við þurfum að horfa á hann sem skiptir öllu máli og hann heitir bara Jesú, heitir hann eitthvað annað? Ekki fyrir mér allavega, ég veit ekki með þig. Hjá mér heitir hann bara einu nafni, Jesú. Hann sonur Guðs. Hann engetinn sonur Guðs í Jesú nafni.
En Konráð Rúnar Friðriksson hefur þetta ekki lengri í dag og veit að þú hefur fengið eitthvað til uppörvust af og hvetjast af og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því að þú ætlar að biðja inn í málið með honum.